Já, nú ætlum við að ræða hagsmunabaráttu eftirlaunafólks og ég held að við munum gera það í nokkrum áföngum núna við rauðaborðið, svona næstu dögum og vikum. Og ástæðan er náttúrulega svo að mér langar bara að reyna að skilja hvað hagsmunabaráttan snýst, hverjar eru áherslunar sem að þau sem eru að berjast fyrir hagsmunum eftirlaunafólks leggja í baráttuna. Hver er vandinn? Hvert vilja þau stefna? Kannski spyr ég ykkur nokkur þau bjóðu ekki fram eins og víða það gert, sjáum til með það. En fyrsti til þess að koma hingað og hjálpa mér að skilja þetta er Viðar Eggertsson. Blessaður. Varaþingmaður, leikstjóri, leikari. Já. Og skrifstofamaður. Eftirlaunamaður. Já, eftirlaunamaður. Þú ert komin á eftirlaun, eða ekki? Jú, já, ég vann fyrir þeim Alþingi, þannig að það er kannski svona ábending til allra flokka. Þeir ættu kannski setja bara eftirlaunafólk í varaþingmannssæti og vinnaðu fyrir eftirlaununum sinni. Þannig að Tryggingastofnun þarf ekki að greiða heldur gerir það Alþingi. Já, þannig að þegar þú færð á launatekjur að þá skerðast eftirlaunin þín. Þetta snýst í það. Já, að þurrkuðust út hjá almannatryggingum. Herðu, Viðar, þú hefur unnið svona í tengslum við Félag eldri borgara og Gráa herinn í þó nokkuð tíma, ekki? Og Landssamband eldri borgara. Já, nokkur ár, eða ekki? Jú, ég er búin að vera á skrifstofunni hjá Landssambandinu núna í 4 ár. Já. Og vera á kafi í kjaramálum sérstaklega. Já. Herðu, hvað snýst þessi borða? Hún snýst að fólk geti lifa mannsamendi lífi þegar það er komið yfir í ár. Já. Það er bara einfallega það. Þá ætti krafan að vera hækkum eftirlaunin. Já, hún er það. Hún er bæði hjá Landssambandinu og hjá mér, þó að ég sé að vinna hjá Landssambandinu, þá er ég ekki stjórnarmaður þar. En ég fylgdi eftir því sem þeir gera og ég fylgist með hvað þau gera. Og það er eitt af markmiðunum, bæði hjá mér og eins hjá Landssambandinu, að það er að grípa þá sem eru verst settir. Og það eru ótrúlega margir illa settir af eldri borgurum. Ég held að við getum talað 15-20.000 manns sem eru að skrimta á svona í kringum framfærslu viðmið sem við setjum svona almennt í lífinu og langt fyrir neðan það. Sem eru með þá, það sem við getum sagt svona bara lágmarkslaun í landinu. Já, sem eru lágmarslaun. Og lægstu verkamannalaun eru hvað 410.000 krónur? Ja, 402 hjá Eflingu er lægsti textinn og það er eitt af bara það sem er lágmark að ellilífeyrir hjá almannatryggingum eða Tryggingastofnun sé ekki lægri en lægstu laun í landinu. Og það hefur... Sem að flestir gangi út frá að sé næstu því ómúlegt að lifa af lægstu launum. Já, það er bara... Það er bara viðurkennt í... Það er bara viðurkennt og svo þegar fólk fær einhverja smá tekjur þá hefur það alveg skelfileg áhrif. Og við erum að horfa á það og fólk hefur gert sambandi við mig þarna á skrifstofunni þegar að leita sér ráða eða fólk er í örvæntingu og er að spyrjast fyrir hvað það geti gert og þá er það sem fólk verður fyrir það eru skerðingar af ótrúlegasta tagi. Ef við tökum sem dæmi, við erum öll með bankareikning, alla greiðslu sem við fáum fara inn á einhvers konar bankareikning og hann ber einhvers konar vexti og oftast eru þessi vexti lágir og fyrir utan það að vera neikvæðir. Og fólk er að fá bara launin sín frá Tryggingastofnun eða frá lífeyrissjóðum og það er þannig inn á reikningu þá til að mjallast út af honum eftir mánuðinum en fólk fær síðan einhvers konar vexti en hann er miskunnarlaust þessi vextir eru kallaði tekjur. Fjármagnstekjur. Já, bara tekjur, bara einfallega tekjur sem verður til skerðinga á ellilífeyri, jafnvel þó þessar tekjur séu neikvæð ávöxtun af þessu litlu bankareikningum. Þarna er mikið óréttlæti í sjálfu sér og það sem gerðist til dæmis núna þegar verðbólgan fór á stað og þá hækkaði örlítið innlánsvextinni þó þau verið alltaf undir vísitölu og alltaf neikvæðir. Þá fekk fólki í hausinn kröfu endurgreiðslu frá Tryggingastofnun að þegar komið ljós að það fengið kannski 10, 20, 30.000 í vexti sem voru neikvæðir eða verðbætur af bankareikningunum sínum. Og skerðingin er hvað? Krónu á móti krónu? Nei, 45%, en svo koma skattar, þannig að þetta eru, þú af hverjum 100 kalli pærðu kannski 20 krónur. Að þegar bæði er búið að skerða og setja skattin á, þá er þetta,
20 krónur, rúma 20 krónur fyrir hverja 100 krónur sem þú berð úr bítum. En þarna eitt sem þarf að laga, að það skattalöggjöfin annars vegar og hins vegar lögum almannatryggingar. Það tala ekki saman. Því að í skattalöggjöfinni þá viðurkennt að svona litlir vextir eru ekki tekjur. Og þú borgar ekki fjármagnstekjur skatt af litlum tekjum. Það eru golf í... Já, það er sko, þar getur þú haft alltaf eitthvað 300 skall á ári. 300.000 ári. En þessi peningur... Það kemur strax til skerðingar. Strax til skerðingar, hver einasti... Þannig þegar ég fæ 300.000 króna fjármagnstekjur yfir árið, þá borgar ég enga skatt að því, en þú borgar það með í gegnum skerðingarnar. Já, í gegnum skerðingarnar. Þannig virkar þetta og þetta sem þarf að tala saman. Og svo gerðist það, þegar þessi verðbólga fór á stað á síðasta ári, að þá fékk fólk örlítið meiri vexti, þó þau verið neikvæðir, og fékk svo í hausinn bakreikning frá Tryggingastofnun til það hefði komið ljós að þau voru með örlítið meiri tekjur. Heldur þau hefðu ráð fyrir gert? Já. Þú þarft að gíska fram í tíman hvaða tekjur vart með. Já, og þú getur alltaf parið og það sem ég vil alltaf ráðleggja fólki sem á ellilífeyri frá Tryggingastofnun að fara reglulega inn á síðuna sína og uppfæra tekjur ef einhverja breytinga verða. Annars svona áfall gerðist líka á síðast ári. Það var ákvað lífeyrissjóður VFR að hækka greiðslu til fólks í desember, síðasta mánuðinum, áður en almanaksárið lokaði. Og þá alltaf fékk fólk einhverja auka spáslur inn sem það gat ekki sett inn í tekjuáætlunina, þannig að Tryggingastofnun vissi ekki af því fyrir seint síðir. Og þær átust allar upp með skerðingum og sköttum og svo fekk fólk bakreikning í hausinn í vor af því að VFR hafði borgað með lítið meira sem að raunveru var eins og VFR væri bara afhenda ríkinu. 80 krónur af hverjum 100 kalli. Og þegar fólk fær svona bakreininga, þá fyrir þá sem eru að skrimta, þar sem hver króna skiptir máli, þá getur þetta verið bara umtalsvert áfall. Það getur umtalsvert áfall. Svipað þú bara þurrkar inn í bíl og þú verður að kaupa nýjan, að þá færðu svona bakreining frá Tryggingastofnun, sem getur bara verið mikið áfall. Já, og þetta brýn ég fyrir fólki áallaðu örlítið herri í tekjuáætluninni. Því ég alltaf þannig gerður að mér finnst þægilega eiga inni hjá einhverjum heldur skulda, en sumir bara hafa ekki það mikið úr að spila að þeir þor ekki að, og bara get ekki lána Tryggingastofnun. Nei, get ekki lána Tryggingastofnun í pening einhvern tíma. Og svo þegar lífeyrissjóður VFR gerir þetta, koma svona aftan á fólki og ekki að gera neinum greiða nema þeim sem að þurfa ekki á Tryggingastofnun að halda. Þeir fenguðu þetta bara í vasan meir og minn og borguðu bara skatta af því. En þetta þessi hópur, fólk sem með lágar tekjur og millitekjur, þetta fólk sem við þurfum nauðsynlega að gera breytingar á kerfinu fyrir, svo það fólk geti skrimt. Þetta virkar eins fyrir annað lágtekjufólk, eins og öryrkja náttúrulega, sem náttúrulega mjög svipari stöðu, fjárhagslegu stöðu og eftirlauna fólk, en líka eins og láglauna fólk, ég man eftir þegar voru launahækkanir núna í kjarasamningum í vetur, að þá hitti ég verkamann sem hann sagði það að hækkunin sín að stór hluti hennar hefði farið í skerðingur á húsnæðisbótum, þannig að það var eitthvað svipadæmi, það var kannski bara 20 krónur af hverjum 100 sem að raunverulega komu á endanum til viðkomandi. Já, og við erum með fólk sem hefur verið lágtekjufólk allt sitt líf og það reiknað með að þegar þú ferð á eftirlaun þá máttu gera ráð fyrir því að þú hafir á þeim aldrei þú komin orðin lífeyristaki, það er nýja orði við talum eftirlauna fólk og lífeyristaka og eldri borgara og alltaf hvað má segja. Lífeyristaki er núna orðið, lífeyristaki, ekki þykjandi heldur taki og þá erum við með fólk sem hefur verið láglauna fólk allt sitt líf og það er almennt gert ráð fyrir svona reikningsdæmið segir að fólk sé jafnaði með 60 til 70% á mánuði af þeim tekjum sem það hafði meðan það var á vinnumarkaði. Og ef fólk var á lægstu launum og gat varla að lifa af því þá var náttúrulega augljóst að lifa ekki 70 til 80%. Og það var að koma hjón til mín daginn á skrifstofuna bara núna fyrir helgi að leita bara aðstóða hvernig þau gætu
gert eitthvað með sínum málum til þess að lifa. Þetta eru fólk sem eru listamenn, hafðu verið, þú veist eins og ég þekki það sjálfur, að listamenn hafa jafnan verið að vinna baki brotnu að sinni list en ekki borin eitt mikið úr bítum. Og þeir hafa samvinskusamlega unnið, en þeirra framlag og þeirra verðmætasköpun kannski ekki endilega alltaf í krónumtalin, en hún skiptir okkur máli. Og þetta fólk hefur ekki slegið slöku við í gegnum tíðina. Þau hafa núna fyrir skattaástyrringar eru með 780.000 saman. Sem þýðir það að þau eru með 650.000 saman í mánaðarlaun til ráðstöfunar og þau eru í leiguhúsnæði, þau eiga ekki neitt. Og þau eru í leiguhúsnæði sem borga 300.000, fá 30.000 krónur í húsaleigubætur og það nú eitt, það eru húsaleigubæturna sem þurfum að ræða líka. Fólk á leigumarkaði sem orðnir eldri borgarar og eru með takmarkaða lífeyrissjóðseign og hafa mjög takmarkuð réttindi, að þau tvö þurfa að lifa á 650.000 saman og þeir eru búin að draga frá húsaleiguna. Þá þeir eiga þau tvö að lifa af 380.000 saman sem 190.000 á mann á mánuði fyrir utan húsnæðiskostnað. Þetta utan fyrir undir öllum framfærslu viðmiðum. Og þetta fólk ofurselt því að það á þessum brjálaða húsaleigumarkaði og þau voru að horfa með skelfingu á bréf frá húseigandanum, einhverjum manni sem átti 20 íbúðir skuldlausar og var að leigja þeim og var að fara að hækka. Því að staðan þannig á húsaleigumarkaði eins og við þekkjum að það bara skotleyfi á leigjendur, láglaunafólk sérstaklega, sem getur ekki gert neitt til að bregðast við þessum hækkunum og okri sem að koma fram á húsaleigumarkaðinum. Og það eldra fólk sem í þessari stöðu, láglaunafólk, og það bara, ég ágætt kona sem kom til mín einu sinni og var líka á leigumarkaði og var ein, og hún sagði bara, ég get ekki hægt að vinna, ég að vinna hjá hinu opinbera og verða hægt að 70, en ég bara get ekki hægt, ég verð að vinna og þetta var fyrir nokkrum árum, hún 76 ára í dag og hún bara eins og útspýtt hundskin að leita sér einhverju verkefnum til að fá laun. Þú segir að það sé svona 20.000 manns sem búið svona við kröppkjör. Já, og alveg frá því að bara rétt ná endur saman yfir það sem eiginlega ómúlegt að ná endur saman nema að leita sér eitthvað, læknishjálp. Já, ef eitthvað kemur upp á, þú ert kannski í húsnæði og það brotnar út í dyrahurðin, það hefur ekki efni á því lagana. Það brotnar tönn, þú hefur ekki efni á því. Það má ekkert út að bregða. Þú siglir kannski svona nokkuð líkna sjó ef ekki kemur upp á. Þannig ef ég tel það fólk með þeim sem að hafa það verulega slæmt, þá vil ég meina að það séu upp undir 20.000 manns af 67 ára eldri sem að búa við þessi kjör. Við verðum líka að skoða það. Þegar að þessi lög sem núna eru almannatryggingar sem tóku gildi 1. janúar 1917, þá miðuðu þau við hvernig þið yrði eftir 15-20 ár. Þá væri komin kynslóð sem hefði safnað miklu meiri lífeyrissjóðsréttindum. En gleymir því að það að koma fólk inn sem hefur ekki þessi réttindi og fyrir stór hópur fólks sem hefur aldrei unnið þessi réttindi. Þannig að við getum ekki hort fram hjá því að þetta fólk á lífi og það ekki að fara að deyja. Við förum yfir að hvaða fólk þetta svo að hlustendur skilji það. Það náttúrulega stór hópur kvenna sem að hafa ekki verið með fulla þáttöku á vinnumarkaði vegna barneigna og heimilis umönnun ættingja sinna og barna. Það fólk sem hefur á einhverjum ástæðum verið stopult á vinnumarkaði, til dæmis svo listafólk. Já, hefur verið á vinnumarkaði en hefur ekki aflað launa. Ekki sem að tikkar inn lífeyrisgreiðslur. Nei, og tikkar ekki inn lífeyrisgreiðslur. Síðan það fólk sem á lægstu laununum, sem að getur ekki náð lífeyrisréttindum sem að ná upp í. Nei, og kannski fólk sem að fór aldrei inn á almennileg lífeyrisréttindi fyrir bara síðustu ár starfsævinnar. Já.
Og svo það náttúrulega líka fólk sem núna á fá lífeyri, þar sem að eftirvinna var ekki tekin inn. Það var, ég held að það ekki verið fyrir að byrja eftir 1980. Já, svo hörfu lífeyrissjóði líka. Já, svo gufuð þeir upp. Já, þeir eru gjaldþrota eða einhver hirti þá. En það eru bara ýmsar ástæður fyrir því að þegar að fólk, að lífeyrissjóðunir bæta ekki upp eða útvega fólki ekki mannsæmandi kjör. Og það 20.000 manns. Já, og ég vil fara yfir þetta, sko. Fyrir þá sem best eru stattir, þá eru ýmis úrræði. Við getum líka beitt skattkerfinu. Við getum hjálpa fólki með skattkerfinu, með réttlátari skattalöggjöf. Núna þetta skattpindasta fólkið láglaunafólk, samkvæmt því sem ríkisstjórnin hefur verið að gera á síðustu árum. Áttu þá við út af skerðingunum? Nei, bara skatt. Það lágur persónuafsláttur. Það þetta að hækka persónuafslátt, sérstaklega þeirra sem eru láglaunaðir. Já, það vísa til þess að þegar staðgreiðslan var tekin upp, að þá voru lægstu laun á vinnumarkaði, þá var það skattfrjáls laun. Já, það voru skattfrjáls. Núna fólk að borga 50-60 skall á lægstu laun. Og þessi persónuafsláttur hefur ekki hækkað í neinu samræmi við annað. Þannig að við getum hækkað, við getum eins og gert sértæk viðbröð fyrir þetta fólk sem illa statt og viðurkenndanahóp, hóst í augu við vandamál alls og við getum haft sérstakt skattþrep ef við viljum láta þau borga skatta. Við getum líka hækkað persónuafsláttinn á móti og þetta getur verið sértækar aðgerðir fyrir láglaunafólk sem að mér finnst eiginlega bara verður að gera. Já, að það sé óverjandi að leggja skatt á fólk sem á ekki fyrir mat út mánuðin. Já, og það sé allavega, sko, málamyndarskattur mestalagi að þú setjum þáttakandi í samfélaginu en þú átt ekki að bera upp í samfélagið, fátæklingar eiga ekki að bera upp í samfélagið með óhóflegri skattpíningu. Og það má líka minnka skerðingar á lífeyrissjóðsgreiðslum og öðrum tekjum af fólki sem undir þessum viðmiðunum sem við tölum að það alveg óþarfi að stella á þessum skerðingum að fullu með þessum litlu tekjumörkum sem núna eru. Að við getum gert þetta í áföngum. Þú getur haft lægri tekjutengingamörk fyrir lægra launafólk og svo getur það hækkað því að ég hef engar áhyggjur af fólki sem vel statt. Þú ert að tala að til dæmis skerðingar á húsnæðisbótum og líka almannatryggingum að byrji of snemma. Það byrji eiginlega áður en að fólki á fyrir mat út mánuðin að þá byrja að skerða. Til dæmis þessi 40, sjálfu sér finnst mér hugmyndafræðin, struktúrin í þessu lögum sem voru sett 2017 ekki alvitlaus. Það alveg ágætt hugmyndafræði en það skekkja í hvernig þetta leggst á vestlaunaða fólkið. Það skekkja að það skuli bara vera 25.000 króna frítekjumark á lífeyrissjóðstekjur og aðra tekjur. Það skekkja og það hefur ekki hækkað krónu síðan árið 2017 í rúm 6 ár, 1. janúar 2017. Það skekkja. Það skekkja að byrja með skerðingar á 45% á þessu fólki. Það skekkja. Ef við lyftum þessu upp, ef við hækkum grunnlífeyrinn upp í minnskosti lágmarks taxta á vinnumarkaði, ef við hækkum persónuafsláttinn og breytum skattprósentunni og byrjum ekki að skerða svona snemma og ekki svona hátt, að það laga þetta prósentuhlutfall. Því að þá gætu við hugsanlega bjarga þess 20.000 manns þannig að þau sé ekki nánast á vona völ. Þú talar skerðingar og þú talar skerðingar frá tekjutengingar á sömu svona forsendum og bara lágtekjufólk gerir, láglaunafólk og öryrkjar. En það sem er mest áberandi í umræðinni varðandi kjör eftirlaunafólks eru skerðingar þar sem að fólk vill raunverulega hafna því að ríkið hafi heimildir til þess að skerða eftirlaunin út af öðrum tekjum. Að það hafi verið þannig að lífeyrissjóðstekjur hafi átt að bætast við eftirlaunatekjurnar, ellilífeyrinn og það sé eiginlega eignarréttarlegt atriði að þeir að fá óskert en ellilífeyrir úr Tryggingastofnun sama hvað eru með háa lífeyristekjur. Já, býtu aðeins. Þarna eru fleiri fletra málinu. Við getum auðvitað horfið til þess tíma fyrir löngu síðan þegar að ellilífeyrir var bara 20% af lægstu launum. Þá þetta að tala 80.000 krónur. Þetta fer allt eftir hver ellilífeyrinn er.
við getum sagt, ok, við skulum allir fá 15.000 krónur í ellilífeyri. Og hvað gerir svo með þá sem eru illa stattir? Þannig að mér finnst þetta, það þarf að skoða þetta í samhengi. Þetta samt krafa þinnar hreyfingar? Nei, í sjálfu sér ekki, nei. Ég er að lesa hérna, ég er með fyrir fram að mig hérna tímarið sem að Landssamband eldri borgara gaf út í maí síðastliðið. Og þetta sem ég hef verið að tala fyrir er nákvæmlega þar. Þetta er fyrir þá verst settu, sértækar aðgerðir fyrir þá verst settu. Síðan er hópur sem heitir Grái herinn og þau hafa viljað leggja áherslu á það að spyrja þeirra spurninga hversu langt getur ríkið seilst eftir uppsöfnuðum lífeyri og lífeyrissjóði. Og þau hafa ekkert endilega talað fyrir því að sé algjörlega enga tekjutengingar, heldur bara þetta grunnatriði hversu langt má seilast í vasa eldri borgara vegna þess að þeir eiga lífeyrissjóð. Hversu mikið má skerða. Að því að þessar skerðingar hafa virkað svo óréttlátar, sérstaklega fyrir lægra sett fólk eða lágtekjufólk og lægra millitekjufólk, að því að þær hafa komið svo grimmilega þar inn. En mér finnst þetta að vera sikkert málið, eins og þú kynntir þetta áðan. Já. Það er bara klassísk hagsmunagæsla fyrir lágtekjufólk. Fyrir lágtekjufólk og bara venjulegt fólk. En hitt er svona eignaréttar Já, svo er hitt bara eignaréttar spurning sem er bara heimspekileg spurning líka, bara hvernig er þetta og þá ef ég prófa og segi stundu fólk, já, ok, þá hafa ellilífinu bara 20.000 eða 30.000 og allir fái hann og allir þá glaðir. Ég held að fæstir eru glaðir með það, en það er líka, og svo er hinn leiðin að allir fái einhverja smáspóslu, en þá eru komin í gamla kerfið, þar sem hafa grunnlífeyrir og svo voru ýmsar uppbætur ofan á það. Og það er svipað og er hjá öryrkjum í dag og er ofsalega mikið völundar hús. En flóknar fólki finnst þetta kerfi í dag flókið, mér finnst það kannski ekki að því ég er svo mikið búin að skoða það og vinna með það og veit það ráðgjöf í kringu það. En þetta kerfi eins og hafi verið hjá öryrkjum, þar sem að sumstaðar er krónu á móti krónu styrðingu og sumstaðar er þetta og sumstaðar hitt. Mér finnst betra að kerfið sé einfaldara, það sé réttlátara og þá réttlátt, segja margir hvað er réttlátt? Réttlátt út frá sjónarhóli þeirra sem hafa lítið úr bítum. Það finnst mér réttlæti. Ég lendi í umræðu í sjónvarpssal fyrir nokkrum árum, þar sem ég held að verið 2017-18. Stóra umræðu þáttur á RÚV. Þjóðfundur í sjónvarpssal og svo það hættist á sjónvarpssal. Já, þetta var svolítið þannig á bara heilt kvöld eða mætti vera oftar svoleiðis. En þarna var ég sem svona fulltrúi eldri borgara, einn af þeim, það voru fleiri en ég, og svo var þarna alþingismenn eins og frá Sjálfstæðisflokknum Óli Björn Kárason sem barði alltaf í hausina á okkur sem vorum eitthvað að tala betri kjör fyrir eldri borgar og minni skerðingar og betri bara lífeyri. Að berja okkur alltaf í hausin með þessu milljónafólki. Við erum nú að passa að milljónafólki fengir nú ekki svo mikið. Og Þorsteinn Már Baldvinsson var ekki að fá eftirlaun tryggingastofnunar. Já. Og jú, auðvitað er engin ástæð til að milljónafólki fái, en pólitík sem er rekin á þeim forsendum að til þess að milljónafólki fái ekki, þá þarf að halda öllum hinum 90% eldri borgar niðri. Þá segi ég, ok, mér er alveg saman þó nokkrir milljónagaurar fá einhverja krónur, svo framalega sem get losað meiri hlutan úr viðjum fátæktar. Þá, ok, og ef þeir hafa geðið sér til að taka við þessu, þá get ég alveg bara hýjað á það á torgum, sko, því að þú þarft að sækja ellilífeyri. En er ekki þarna að þú þarft að sækja ellilífeyri og ef milljónafólki er að sækja ellilífeyri, þá bara segi ég, hvers konar aumingjar eru þetta að vera að sækja ellilífeyri? Þetta er svo, veist, þingmenn sem eru kannski komnir á eftirlauna aldur og eru með 1,5 milljón á mánuði.
þeir þurfi ekki 80.000 krónur ellilífeyri. Nei, þeir fá hann heldur ekki, ég held að hann þurrkist út eða ekki. Nei, ég að segja ef þessu verið breytt og allir eigi að fá, já. sko, þá er ég þeir að fá líka. Ok, en erum við þá ekki þarna komið með sko tvennskonar kerfi og það er hugsun í bakvið almannatryggingarnar var það að allir fengju það sama en svo væri það fjármagnað af skattgreiðslum sem að væru þannig að þeir sem að væru með hæstu tekjurnar borguðu mest. Þess vegna væri allt í lagi að milljónamaðurinn fengi eftirlaunin af því að hann hefði borgað sko margfalt tilbaka í gegnum skattin. Síðan hefur sko skattstiginn verið sko flattur út, það hefur lækkaði skattar á einum allra tekjuhæstur, hæstum með því að hafa öðruvísi skattlagningu á fjármagnstekjum. Já, og fólk sem hefur aðstöðu til að vera ekki með tekjuskatt. Þar fyrir utan. Já. En það hefur verið hækkaður skattur á þeir sem eru með lægstu tekjurnar. Og þar með náttúrulega fara raunverulega forsendurnar frá að allir fái það sama út. Akkurat. Og akkur eiga allir að fá það sama út? Spyr ég. Akkur eiga ekki að fá þeim meira sem þurfa á því að halda? Já. Akkur á eiga milljarðmæringar sem að valla að telja fram til skattsól með vinningunhús fara að fá endilega svo mikið. Ég ætti eiginlega að spyrja þig, þú ert þingi fyrir Samfylkinguna þar sem alþýðuflokkurinn er innandýra og þetta var draumur þeirra sem börðust fyrir almannatryggingakerfinu að það væri að þeir borguðu inn eftir getu en allir fengið það sama út. Já. Sem er svolítið öðruvísi kerfi heldur en lífeyrissjóðakerfið hefur orðið. Það sem að það er umverulega stéttaskiptingin eða munurinn sem er á vinnumarkaði er framlengdur alveg fram að gröfinna. Já, fram að gröfinna. Hvað finnst þér með það? Nú við erum með þessar tvær hugsjónir. Ættu við að stefna að einhver svona blandi af þessu, að þeir sem eru sko, hafa verið fátækir á vinnumarkaði, að það sé óþarfi að þeir drægi fátæktina að gröfinni? Ég finnst það bara gjörsamlega óforsvaralegt. Þeir verða alltaf fátækar og þess vegna hef ég talað fyrir því og er að tala fyrir því hér, að það sé fyrir þá sem eru verðsettir, þá getum við líka beitt skattkerfinu, við getum hækkað grunnlífeyrinn, við minkum prósentuskerðingarnar á fyrstu tekjunum eftir að þú ert búin að fá það sem að þú þarft í lágmarki og persónuafslátturinn og þetta gildir fyrst og fremst fyrir þetta fólk, fyrir fólk sem er ekki með háar tekjur. Þar sé ekki þetta að þau þurfu endilega hækka persónuafsláttinn eða fá sérstaklega skatta ívilnanir sem eru með að hafa tekjur, það er bara ekkert nauðsynlegt. Að því leyti við erum að jafna lífsgæði fólks. Það er það sem að Samfylkingin og jafnaðarmenn vilja. Við viljum jafna það þannig að þeir sem eru annars illa settir í kapitalísku hagkerfi að þeir í jafnaðarmannakerfi að þeir fái umbun og fái það að lifa mannsamandi lífi. Að þeir séu ekki látni gjalda þess ævina út á enda. Ég skrifaði grein daginn þar sem að ég er að lýsa þessari kynslóð sem núna er komin á ellilífeyri og ég er búin að vera þar einhver 10, 15, 20 ár. Að þetta fólk er kannski dæmt til þess að vera á Íslandi fátæktarinnar sem var upp og miður í síðustu öld. Það er allt í einu þetta fólk sem þetta fólk er þó búið að byggja upp þetta samfélag, þetta velferðarsamfélag sem við búum við í dag. Ég veit hvernig samfélag ég ólst upp í, það var hræðilegt samfélag, misskiptingar og fátæktar og örbirðar. Fólk er nánast dæmt til að fara aftur á byrjunarreit þegar verður eldri borgarar og það er skelfilegt. Og upplifir bara svikið af samfélaginu. Svikið, já, og raunveru allt það sem að byggði upp og allt það sem að ávannst í réttlætisátt að það er allt einu svipt því. Það er allt einu komið einhvern veginn á byrjunarreit aftur í lífinu. Herðu, hagsmunabarátta eftirlaunafólks er jafnt mikilvæg og hagsmunabarátta bara verkafólks, leigjenda og fleira og það er mjög mikilvægt að séu öflug hagsmunabarátta hjá eftirlaunafólki. Það er mjög mikilvægt og það var gerð skoðanakönnun og þú myndist á það hérna í framhjálpi, maður ekki gott að kameran var komin í gang að stofna sérstaklega stjórnmálaflokk. Ég man fyrir nokkrum árum þá lét Landssambandið gera svona skoðanakönnun svona möguleika á því hvort að slíkt framboð myndi svona stila einhverju inn sem svona einhverju þingstyrk eða allavega inn á þing einhverjum og þá held ég að nú verið ágætur maður sem að ég sendi úrslit þessar skoðanakönnuna því ég kann svo lítið að lesa svona flókna talna runur sem koma út úr þessu.
ég held að hann heiti Gunnar Smári og hann rýndi þessa könnun mjög vel og skrifaði fyrir mig alveg ágæta greinagerð sem ég gleymi ekki hvað maður fljótur að því og hvað maður klöggur og voru bara að skila kveðju til hans og hann endaði með þessum orðum sem mér fannst svo ótrúlega umhugsunarverð. Þetta framboð eldri borgara gæti náð einhverjum árangri svo framalega sem yrði frábærlega að því staðið. Og málið kannski að það eru ekki margir eldri borgarar sem eru einhvern veginn tilbúnir til þess að vinna þá miklu vinnu sem þarf. En ég held við eigum samleið með svo mörgum öðrum það er einmitt, það er langaðum að spyrja því, þannig að ég veit að þessi umræða kemur upp reglulega inn í svona hóttum og alltaf þegar að vera að líða kosningu. Já, það er aldrei neitt sem segir ég ætla að gera það. Nei, en svo að vera að líða kosningu þá koma menn og segja er ekki bara best að hvert okkar fari inn í sinn flokk og vinni okkar málunum fylgja. Meðan að enginn er tilbúin til þess að leggjast á áratnar og stofna svona flokk. En manni finnst eins og að árangurinn sé ekki í takt við þörfina, ekki í takt við fjölda eftirlaunafólks. Þá finnst mér að þið, ef ég má tala þannig, séu hópu sem eru svona eiginlega undir það er oflítil tillit tekið til ykkar. Ég alveg sammála því að það má taka miklu meira tillit til okkar. Það ég bara upp á fjöldan Já, upp á fjöldan, en við skulum líka horfa á það ég held ég að við lesið einmitt grein eftir þjóðundaginn, gaman að vitni í þig. Að þá sem að þú varst að skoða svona aldursskiptinguna á Alþingi, miðað við aldursskiptinguna í samfélaginu, þeir sem eru á kosningaaldri og hvernig svona hlutfall á milli kjósenda ákveðnum aldri versus þeirra sem eru á þingi. Og það sást einmitt ágætlega að 60 pluss. Það vantaði eldra fólk. Það vantaði eldra fólk. Ekki eins mikið. En það sem meira Gunnar Smári, það vantar ekki bara hvaða eldra fólk sem er. Við erum með eldra fólk á þingi sem eru engan áhuga á þessum málum. Nei. Engan áhuga á þessum málum. Okkur vantar eldra fólk sem brennur fyrir þessum málum og sér líka hlutin aðeins víðara samhengi, horfir ekki bara á þessa kynslóð því að mér finnst ekki réttlætanlegt að fólk sé í fátækt þó það sé yngra en eftirlaunafólk. Við þurfum að horfa á fólk sem í þeirri stöðu, hvort sem það eldri borgarar eða aðrir. Það er mjög mikilvægt og ég vil sjá ef að per eldra fólkin á þing að það hafi áhuga að berjast fyrir því að fólk sé ekki á þessum stað í lífinu sem við höfum verið að fjalla hér á hvaða aldri sem það er. Ég vil ekki verða aftur barnið sem ólst upp í Njarðvíkum hjá einstæðri móður. Ég vil ekki að neinn fari í þau kjör á efri árum og enginn búi þau kjör heldur sem barn í dag. En varðandi þessa hagsmunabaráttu að ég gerði þetta reglulega þetta með aldursskiptingu á þingi en þess að maður heyri það svona í samfélaginu að það vanti meira ungt fólk á þing og eitthvað fleira og þess vegna ger ég þetta reglulega þess vegna kemur í ljós að það vantar líka eldra fólk en á þing. Það vantar bara gott fólk á þing. Það vantar, ég held að það sé betra að þingið endurspegla einhverju leyti. Það er of einhæft í stéttum og aðra. Já, það þarf endurspegla meira en aldur það þarf líka endurspegla fólk sem hefur lifað þessi kjör sem við erum að tala. En ég veit að ég myndi geta rætt við fólk og sagt og svona, já það vantar nú meira ungt fólk á þing og það myndi flesti taka undir það. En ef ég segi það vantar eldra fólk á þing, þá eru mjög fáir sem taka undir það. Ég fylg ekki eldra fólkið. Það er bara svolítið merkilegt og það er það sem kannski kemur þá aftur að þessu flokki eldri borgara. Það er nefnilega ekki víst að eldri borgara kjósi slíka flokk. Ekki frekar að verkafólk. Kýsverkalýs og svo framvegis. En það er aftur á móti stór snjöll áráðsmastína sem hefur í gangi fyrir ríka fólkið á þingi í Sjálfstæðisflokknum. Þeir hafa getað sópað inn fólki til að kjósa á kosningadögum þennan flokk sem vinnur ekki fyrir hagsmunum fólk sem er í brothættri stöðu. Og samt fer þetta fólk og kýs þennan flokk sem hefur engan áhuga á þeim. En einhvern veginn hefur mastínan
unnið þannig. Það var í gamla daga því ég var alast upp, þá var alltaf sagt sko, já, sjálfstæðisflokkur, það er ekki pólitísk, ég er ekki pólitísku, ég er sjálfstæðisflokkur. Þetta var fólki kennt. En í svona hagsmunabaráttu þá er oft svona með fyrri skrefum er að fólk svona gangist við stöðu sinni. Já. Það er eins og, það getur verið erfitt til dæmis í sambandi við leigjendur. Margir eru með þá hugmyndum að þessu bara leigjendur tímabundir. Þannig að ég er ekki leigjendur og ég get ekki farið standi í baráttu þess. Þannig að þú kannast við þetta og þú tekið þátt í baráttu samkynhneigðra og fleira. Það sem er eiginlega sko fyrsta skref er alltaf að koma út úr skápnum og gangast við hver maður er. Barátta eftirlaunafólks eins og þú ert að lýsa sem eftirlaunafólk sem hefur unnið alla ævi og á í erfiðleikum en á endum saman. Í lok ævinnar. Já, lok ævinnar. Mættum við ekki gefa því fólki einhvern veginn svona tækifæri til þess að gangast við þessari stöðu, þetta sé ekki persónulegur vandi þeirra að þessu einhvern veginn mislukkuðu æfinu, heldur eru þeir að verða fyrir óréttlæti samfélagsins. Já, þetta er það sem við þurfum að vinna núna að leyfa fólki að trúa sjálfu sér og leyfa fólki, þú segir, að gangast við því að þetta er ekki ásköpuð örlög. Þetta er ekki eitthvað sem fólk hefur kallað yfir sig. Þetta er óréttlátt samfélag sem fer svona með fólk. Og þessu samfélagi verðum við að breyta og við getum breytti, við getum gert það réttlátara og við sjáum það í svo mörgu í velferðarkerfinu, í heilbrigðiskerfinu, í húsnæðismálum. Öll þessi kerfi orðið lömuð í dag. Ég var að segja það frá hjólum sem komum til mín daginn í vandræðum sem eru með lág eftirlaun og geta varla skrimt og eru á leigumarkaði. Að sko við þurfum að hækka húsaleigubætur fyrir fólki í þessari stöðu. Við þurfum að hækka barnabætur fyrir fátækt fólk, já, að setja þak á húsaleigu og hækka húsaleigubætur. Við þurfum að koma til móts við fólk. Já, og eins og núna. En þurfum við ekki rödd þeirra sem er í þessari stöðu? Þurfum við fátækra eftirlaunafólk ekki að verða áberandi? Bara taka sér pláss? En býtu bara. Skila skömminni eins og þetta. Þegar ég er að alast upp í fátækt, þá sko eins og móðir mín var meðhöndluð þegar hún var einstæð móðir með mig og tvíbrasystur okkar og voru sett á vöggustofu og ég er að lesa skýrslur barnaverndarnefndar, svona skýrslur eftir samtölu við hana, þá er svo augljóst þessi stéttaskipting og þessi innræting að það væri fátæku fólki sjálfu að kenna og það sé ómerkilegt og þá ekki að segja það upphátt að það skorti eitthvað eða vant eitthvað eða upplifir sig í óréttlæti, það er bara að skamma sín og þegja. Þessi innræting hefur einhvern veginn enst fram okkar dag að það megi ekki segja og fólk eigi að fyrirverða sig fyrir sína eigin fátækt. Að þetta sé þeirra skömm. Ég mótmæli þessu. Ég veit að móðir mín var mjög dugleg kona og barðist fyrir líf okkar og fyrir að halda okkur og fá okkur og ala okkur, en hún er stimpluð í skýrslu sem lítilsild kona af því að vera að halda niðri. Og þetta er hluti kerfisins, hann notar þetta gegn fólki og því miður erum við ennþá útsett af þessari innrætingu. Og þannig þurfum við að brjóta af okkur. Við þurfum að rísa upp og segja við eigum rétt á mannsæmandi lífi. Við erum einhvers virði og meir en það. Við skulum hvetja eftirlaunafólk til þess að gera það, standa upp og berjast fyrir eigin máli því að öðruvísi mun ekkert breytast. Það verður ekki þannig að einhver aðrir munu breyta aðstöð þessa hóps. Allra síst ríka og góða fólki. Það er ekki, þar leitar ekki ásjár eða úrlausna mála. Það fólk hefur ekki skilning á þessari stöðu. Viðar, takk fyrir að koma hingað og tala um stöðu eftirlaunafólks.